Ég er þróttur alla daga út allt, lifi ljósi, elsku þróttur sem ég yljar mér kalt. Stilla skulum raddir alla. Sjáum hér á eftir. Við komum til leiks hér á nokkuð vel liðið á fyrri hálfleikinn. Það eru Þróttarar sem eru í sókn í sínum hvítu og rauð frendóttu peysum og hvítu buxum. Breiðablik í grænum peysum og hvítum buxum. Hörku skot frá Pétri Arnarsinni, stórefnilegu leikmanni í Þróttarliðinu. Ekki mér alveg kunnugt hvernig staðan þegar við komum til leiks vegna þess að við þurftum að byrja seinna þar sem að tími okkar frekar skammur. Og hér sjáum við eitt glæsilegasta markið sem sást á þessu innanlandsmóti innan knattspyrnu. Pétur Arnarsson og þetta verðum við nú að fá að sjá aftur í rólegheitum. Skot, hörku negling í stöngina. Boltinn í hliðarverkið og með hellum rennir Pétur boltanum í netið. Glæsilegt mark, svo ekki sé meira sagt. Þetta er sennilega þriðja mark. En með sjötta stykki þriðja mark Þróttar. Staðan orðin 3-1 Þrótt í hag. Breiðabliksmenn reyndu skot yfir. Það var einhverjum félagi virkilega góður varnarleikur sem að fleytti Þrótturum yfir erfiðustu hindranirnar. Geysilega góð vörn og útsjónarsamur sóknarleikur reyndar líka. En ekki held ég að þetta sé nú alveg rétt hjá mér. Ég er svo staðan síðan orðin 4-1. Þrótt í hag, 3 marka munur. Og hér skoraði Jón Oddsson, annað mark Breiðabliks. Staðan Þróttur 4, Breiðablik 2 og aðeins 9 sekúndur til leikhlés. Og þar er skelluflautan til merkis að leiks sé í þessum leik Þróttar og Breiðabliks, og staðan svo að Þróttur hefur skorað 4 mörk og Breiðablik 2. Og þá hefst seinni hálfleikurinn. Þróttur með 2 marka forrystu, 4-2. Baldur Hannesson í horninu. Og einhverju vildi nú Þróttarar allavega fá vítaspyrnu þarna. Jón Oddsson, Ísfirðingur í Breiðabliksliðinu. Jón aftur reynir fyrir sig nokkrum sinnum.
og honum vísað leikvalli í 1 mínútu. Þróttur í sókn með 2 marka forystu, 4 mark gegn 5. Ásgeir Elíasson, Páll Ólafsson, knattspyrnumaður og miðherji Þróttar í knattspyrnunni, Ásgeir. Kristján Jónsson, bakvörður, Kristján, Baldur Hannesson, Kristján og skot og mark. Léku saman í rólegheitum Þróttararnir og biðu færis og þegar það gafst þá skoraði Kristján Jónsson 5. mark Þróttar, 3 marka munur, Þróttur 5, Breiðablik 2. Og hér skoraði Trausti Ómarsson, 3. mark Breiðabliks, að vísu með góðu hjálp Ásgeirs Elíassonar. Hvaðan það, 2 marka munur. Þróttur 5, Breiðablik 3. Og Baldur Hannesson, fréttamaður á réttum stað, eins og stundum er sagt, og skoraði 7. mark Þróttar, 7 mínútur og 40 sekúndur til leiksloka. Þróttur 6, Breiðablik 3. Trausti Ómarsson og Vignir Baldursson, Trausti Sigurjón, Kristjáns. Það er skot í blá hornið og mark. Fallegt mark. Það var Sigurjóni Kristjánsinni og sjáum þetta nú aftur. Alveg í blá hornið. Minnkaði muninn í 2 mörk. 6-4 fyrirgefið. Þrótti í hag. Það var vel þess virði að reyna þetta, hefði getið verið skemmtilegt mark. En efinn eru mörg í knattspyrnunni. Þetta var eitt þeirra. Þróttur í sókn. Léku ákaflega yfirvegað og skynsamlega Þróttararnir í þessari keppni, á þessu innanhúsmeistaramóti. Hér er Ásgeir Elíasson. Leikur á hvert Breiðabliksmann að fætur öðrum. Ekkert bangi með þetta, þjálfarinn Ásgeir Elíasson. Og hann skorar 7. mark Þróttar. Staðan Þróttur 7, Breiðablik 4. Og þess að við sjáum rúm 5,5 mínúta til leiksloka. Hér er Pétur Áslason á fleygiferð og Páll Ólafsson, en ekki tókst honum að skora. Pétur. Jóhann Gretarsson, Breiðabliksmaður, 3 marka munur, 7-4 fyrir Þrótt. Og Þróttarar fasti fyrir í vörninni. Hér er Páll Ólafsson kominn á fleygiferð. Honum tekst ekki að pota í knottinn. Staðan óbreytt. Þar fær Pétur reisupassan margumtalaða og honum vísað leikvelli í 1 mínútu. Breiðabliksmenn einnig fleiri á leikvellinum. 4,5 mínútur til leiksloka. Þróttur með 3 marka forystu, 7 mörk gegn 4. Og hér var það Jóhann Gretarsson sem fann smugu á Þróttarvörninni og minnkaði muninn aftur í 2 mörk. Þróttur 7, Breiðablik 5.
alveg að verða búið og það er orðað þannig. Breiðabliksmenn verða að bjara sig síðustu mínúturnar ef þeir alltaf sigra í leiknum. Tveggja marka munur, Þróttur með tveggja marka forystu, 7 mörk gegn 5. Breiðabliksmönnum tekst ekki að nýta þessi upplögðu tækifæri sem þeir fá og því ennþá tveggja marka munur. Þróttur 7, Breiðablik 5. Og 2,5 mínútur til leikloka. Og nú verða Breiðabliksmenn að leika einu færri, Jóhanni Gretarssyni vísað leikvalli. Þróttarar með boltann. Ásæll Kristjánsson. Það er mínútur eftir, tveggja marka munur ennþá. Þróttur 7, Breiðablik 5, Trausti Ómarsson. Jón Oddsson. Reyniskot. Sigurður Hallvarsson. Og hann leikur skemmtilega upp og skorar 8. mark. Þróttar. Þróttur 8, Breiðablik 5, tveggja marka munur. Og 1,5 mínútur eftir. Breiðabliksmenn með fullskipa lið. Hálfar þetta vonlaust. Það vonleysislegt. Enda sigur Þróttar nánast í höfn. Eftir mínúta til leikloka, 1 mínúta og 15 sekúndur. Það er Blikana vísað á leikvelli. Og hér er það Sigurður Hallvarsson sem að innsiglar sigur Þróttar í þessari undanúrslita viðureign Þróttar og Breiðabliks. 40 sekúndur til leiksloka, 4 marka munur, Þróttur 9, Breiðablik 5. Þrjátíu sekúndur eftir. Vonlaust fyrir Blikana að sigra eða gera jafntefli. Enda kom það daginn að Þróttarar sigruðu með þessum markamun, 4 markamun, 9 mörk gegn 5. Þeir leikur síðan í úrslitum gegn Ísfirðingum og lentu þar í talsverðum erfiðleikum. Ísfirðingarnir komu mjög óvart í úrslitaleiknum. Það er Ísfirðingar sem hefja leikinn í hvítum peysum og grænum buxum. Og þeir skora fyrsta mark leiksins, Ísfirðingarnir. Og þar var að verki Kristinn Kristjánsson sem kom mikið við sögu í þessa leik eins og reyndar öllum leikjum Ísfirðinganna í mótinu. Og Þróttur í sókn. En það bjuggust nú fæstir við því að sjá Ísfirðinga leika til úrslita í þessu móti og kom frammistaði þeirra mjög á óvart. Þeir lögðu enga aukvissa að velli á þessu móti meðal annarra Fram og KR og síðan Keflavík undanúrslitum. En hér jafna Þróttarar
Það er Pétur Arnþórsson sem jafnar metin fyrir Þróttur 1, Ísafjörður 1. Og Ísfirðingar er sótt. Atli Geir Jóhannsson og Kristinn Kristjánsson. Og Atli með hörku skot. Ég myndist á það í undanúrslitum hefðu Ísfirðingar sigrað Keflvíkinga og þeir sigruðu með 6 mörkum gegn 5 í þeim leik. Og Þróttur lék í undanúrslitunum við Breiðablik og sigraði með 9 mörkum gegn 5, öruggur sigur í stórskemmtilegum leik. En hér er það Þróttur sem sagt í sókn, staðan Þróttur 1, Ísafjörður 1. Ásgeir Elíasson, þjálfari Þróttaranna og Asfald Kristjánsson nr. 8. Pétur og Ásvall með hörku skot í stöngina. Og eins og við sjáum þá er nokkuð kunst að leika innan úr knattspyrnuna svo vel sé. Varnarleikurinn skiptir miklu máli. Ísfirðingar leika varnarleikinn nánast hárrétt. Halda sig fyrir innan vítateginn og loka síðan skotmöguleikum þess knatthafans. Og síðan er byggt upp á rólegum sóknum. Leika rólega á milli sín Ísfirðingarnir og reyna að finna glöfi í vörð Þróttaranna. Þróttararnir leika sínu varnarleik vel og eru ákveðnir í því sem eru að gera. Einn maður stendur í marki, þeir heldur til liðana og einn fremstur. Nokkurs konar 1-2-1 leikkerfi, en það segir þá eitthvað. En það eru Ísfirðingar sem eru svo og með skot, en þar átti ekki miklu muna, þeir tækist að ná fórustunni. Staðan er óbreytt. Þróttur 1, IPI 1. Og það eru leiknar tvisvar sinnum 10 mínútur. Þeir 10 mínúna hálfleikar í innanlandsknattspyrnu í karlaflokki. Þar var Páll Ólafsson kominn inn að hjá Þrótti. Knattspyrnumaður og miðherji í knattspyrnunni. Ásgeir Elíasson og Ásvall Kristjánsson. Ásgeir og Páll. Ásgeir aftur. Og skot og hraðu hlaup hjá Ísfirðingum. Guðmundur Magnússon og hann skorar annað mark. IPI. Glæsilega gert. Við sjáum þetta nú aftur. Þróttarnir reyndu skot og boltinn hrökk langt yfir á eigin vallarhelming og þar var Guðmundur Magnússon snöggur upp og skorar af öryggi annað mark Ísafjarðar. Ísafjarður 2, Þróttur 1. Þetta getur verið ansi varasamt innan knattspyrnunni og aftur reyna Þróttarar langskot og enn kemst Guðmundur einn óvaldaður upp, skorar 3. mark Ísafjarðar og rúmar 4 mínútur og 40 sekúndur eftir þegar Ísfirðingar hafa tekið 2 marka fórust í þessum úrslitaleik í Laugardalshöllinni. Og áhorfendur sem voru fjölmargir voru flestir á bandi Ísfirðinga. Enda eins og ég minnst á hér áður var vera þeirra í þessum úrslitaleik frekar óvænt. Og það er Daði Harðarsson sem reyndi skot og Pétur laglega gert hjá Pétri Arnþórsinni
fann þarna glöfu á vörn Ísfirðinganna og skoraði annað mark Þróttar. IBI 3, Þróttur 2. Og nú eru rétt innan við 4 mínútur til leiklis. Og Kristinn, ærlega gert og áfram heldur sókn Ísfirðinganna. Guðjón Reynisson, ungur Kópavogsbúi í liði Ísafjarðar. Og Kristinn, þetta var snyrtilega gert með tonni. Svona koma mörkin, 8 tíðum. Kristinn Kristjánsson skoraði þarna 4. mark IBI og aftur 2 marka forysta. IBI 4, Þróttur 2. Og 3 mínútur til leiksloka. Daði Harðarsson, Páll Ólafsson, Kristinn Jónsson, Ásgeir Elíasson, Kristján Jónsson og Páll Ólafsson lunkinn við þetta. Sá smá smugu og skorar 3. mark Þróttar. IBI 4, Þróttur 3 og 2 mínútur rétt rúmar til leiksloka. Kristinn og sjálfsmark hjá Þrótturum. Hörkuskot hjá Guðmundi Magnússyni í Daða Halldórsson, Harðarsson og inn í mark Þróttara. 5-3 fyrir Ísfirðinga. Daði, Kristján, Daði aftur, Ásgeir, Daði, reynir skot, ekki tekst það. 2 marka forysta Ísfirðingum í hag. Þeir reynum að taka lífinu með ró. Leika rólega á milli sinn. Þá kemur Páll Ólafsson, hirðir aðeins boltann og skorar. 1 mínúta og 20 sekúndur til leiksloka. Ísafjörður með 1 mark forystu, 5-4. Og það kannski þessar mínútur hafa nægt að sannfæra okkur það að vera Ísafjarðarliðsins í úrslitum er engin tilviljun. Það var leikið vel saman. Atli Geir Jóhannsson eru ákveðnir, baráttuglaðir og yfirvegaðir. Kristinn, í tók þetta og Þróttur snýr vörnins á Páll Ólafsson. Guðmundur Magnússon, Kristinn, en ónákvæm sending, Kristján Jónsson. Baráttan í eldflæmingi síðustu mínútuna fyrir leikhlé. Örfáar sekúndur til leiksloka. Og laglegt mark á loka sekúndum fyrri hálfleiks hjá Ísfirðingum. 2 marka munur aftur. Ísafjörður 4, Þróttur Ísafjörður 6, Þróttur 4 og síðasta mark Ísfirðinga skoraði Kristinn Kristjánsson. Og þannig var staðan í leikliði eins og við sáum. Og seinni hálfleikur hafinn og það eru Þróttarar sem byrja með knöttinn að hefja leikinn. Nú var að bjóða að drepast. Þróttur 2 mörkum undir. Þarna skall hurnalega hælum við mark Ísfirðinga. 10 mínútur eftir, eða tæpar 9,5 mínúta af þessum úrslitaleik á Íslandsmótinu innan úr knattspyrnu 1984 í karlaflokki. Það var laglegt mark, Pétur Arnþórsson enn á ferðinni og hann minnkar muninn niður í 1 mark. Ísafjörður 6, Þróttur 5. 9 mínútur og 10 sekúndur til leiksloka.
Gísli reynir langa sendingu inn á til Guðjóns. Og yfirvegaður leikur hjá Kristni Kristjánsinni eins og svo oft fyrr. En þarna var ekki yfirvegaður sending. Alveg út í loftið. Guðmundur Magnússon reyndi sendingu og honum er vísað leikvelli fyrir það að skjóta yfir grindverkið í 1 mínútu eða þangað til andstæðingarnir skora. Og Ísfirðingar leika sig 3 gegn 4 Þrótturum. Þetta eru svona reglur sem eru sérsniðnar fyrir innanhúsknattspyrnu og ekki tekst Þrótturum að jafna metin. Staðan ennþá IB 6, Þróttur 5. Og Ísfirðingar sem verjast vel. Staðan ennþá óbreytt. Og eins og heyra má voru fjölmargir áhorfendur í Laugardalshöllinni þegar úrslitaleikurinn fór fram, eins og reyndar nánast allt mótið. Enda er mjög skemmtilegt fyrir íþróttaáhugamenn eða knattspyrnuáhugamenn að fylgjast með leikjum í innanhúsknattspyrnunni. Og Ásar Kristjánsson reyndi skot, Guðmundur Magnússon kominn að fleygja ferð upp. Tekst að halda boltanum. Og Kristinn Kristjánsson kominn upp. Tíma að skjóta hér að kannski eins og heyra má þá eru Þróttarar í hlutverki Golíaths í þessari viðureign og samúð áhorfenda liggur með Davíð eða Ísfirðingum. Þannig það, Þróttur en einum marki undir. Ísafjörður 6, Þróttur 5. Og Ársæll Kristjánsson, Pétur, Ársæll. Það er Sverrir Pétursson, ungur leikmaður á Þrótti sem kominn er inn á með knöttinn. Sverrir, Sigurður Hallarsson í horni vinstra horninu, Ársæll, Pétur og Sigurður. Og þar fór boltinn yfir tréverkið og Kristni Kristjánsinni vísað á leikvelli í 1 mínútu. Óheppinn þarna, Ísfirðingar eiga innkast. Þetta var misheppnað. Nú það verður að geta þess að leikmenn þeim er ekki vísað að leikvelli að þeir skjóta yfir þegar þeir eru að reyna markskot. Það má kannski stundum deilum það hvað telst markskot og hvað telst ekki markskot. En það má kannski segja að knöttunum fer aftur fyrir endamörk, þá telst það vera markskot. Hliðarlínurnar. Hliðarlínuna gegnir öðru máli. Og Þróttur svo. Sverrir Pétursson. Og Kristinn kominn inn á aftur. Og fullskipað í báðum liðum.
og Sverrir. Þar var Sverrir réttum maður á réttum stað og hann jafnar metin. 6-6. Þróttur 6, Ísafjörður 6. Og það eru rétt 3,5 mínútur til leiksloka. Hér er Guðmundur Magnússon í vísað á leikvelli og hann notar tækifærið til að senda Guðmundi Haraldsyni dómara nokkur velvarin orð og fyrir það fær hann að vera 1 mínútu lengur út af vellinum. Honum er þess að vísað af leikvelli í 2 mínútur, Ísfirðingar 3 og þetta kann að reynast styrkjætt fyrir IBI. Stórskota hríð á mark vestanmanna. En þá jafnt. 6 mörk gegn 6. Ársæll, Pétur. Sverrir, Pétur. Sverrir með skot og mark. Og loksins er Þróttur kominn með forystu í leiknum. Þróttur 7. Ísafjörður 6 og 2 mínútur og 35 sekúndur til leiksloka. Aðeins 1 marks munur. Og Ísfirðingar einum færri. Kristinn segur af haldagnættinum. Ársæll Kristjánsson reyndi skot. Knötturinn hrökk í hönd hans og honum vísað að leikvelli í 1 mínútu. Innan við 2 mínútur til leiksloka. Þróttur 1 mark yfir, 7 mörk gegn 6. Það eru 3 leikmenn í báðum liðum. Guðmundur Magnússon ekki ennþá kominn inn á í Ísafjarðarliðinu. Ársæll Kristjánsson, Þróttari, er utanvallar. Innan við 2 mínútur eftir. Og þar kemur Guðmundur inn á. Og Ísfirðingar einu fleiri. Og hann gerir sér lítið fyrir og trumar boltanum í markið. Jafnar metin. Þróttur 7, Ísafjörður 7. Og nú er akkurat 1 mínút eftir. 1 mínútu til leiksloka í þessari úrslitaviðureign á Íslandsmótinu í innanlandsknattspyrnu í karlaflokki á milli Þróttar og Ísafjarðar. Staðan 7-7 og Þróttarar með boltan. 1 mínút eftir, ekki það 40 sekúndur. Og Sverrir, hörku skot og mark, 3. mark Sverris í röð. Skoraði þarna 8. mark Þróttar, örfáar sekúndur eftir, 22 eins og við sjáum á töflunni, 21-20. 1 marks munur. Þróttur 1 mark yfir, 8 mark gegn 7. Og þar má segja síðasta tækifæri Ísfirðinganna hafa farið forgörðum, heldur fljótfærnislegt og Þróttarar geta tekið lífinu með ró. Ásgeir Ilíasson 2-1 og leiktími liðinn. Þróttur sigraði þessari viðureign og er Íslandsmeistari í innanlandsknattspyrnu árið 1984. Þróttur sigraði með 8 mörkum gegn 7. Og hér sjáum við röð efstu liða á Íslandsmótinu í innanlandsknattspyrnu árið 1984. Í karlaflokki sigraði Þróttur, IBI varð í öðru sæti og það er nú alveg frábær árangur þessara ungu stráka í Ísafjarðarliðinu eins og ég margtuggið hér. Í næstu 2 sætum höfnuðu IBK og Breiðablik.